Já, góði gestir, ég vil nota tækifærið og þakka ykkur fyrir að koma hér í dag og sömuleiðis þeim sem að fylgjast með í streymi. Biðst velvirðingar á því að ég kem hérna móður og másandi en það er eitt af í mörgu sem ekki tekist að það er að vera 2 stöðum í einu og þegar við erum á þessum hlaupum hérna því það er svolítið í gangi, einhverja kosningar sem gera það verkum að ýmislegt svona riðlast. En ég er mjög ánægður að við séum hér í dag vegna þess að nú erum við að kynna vinnu sem er mjög vel undirbyggð og þarna verið að fara í nokkuð sem er gríðarlega stórt verkefni en hefur farið nokkurn veginn held ég megi segja undirradar. Ég held að sjálfi megi fullyrða það að fólk er svona almennt ekki meðvitað þetta umhverfi og það er eins og hér kemur fram þessar áskoranir og tækifæri sem eru í íslensku samfélagi þegar að kemur að kolefnismörkuðum. Og bara til að setja þetta eitthvað í samhengi þegar ég fól þessu góða fólki sem eru kynnt hér á eftir að fara í þetta mál og talaði við formanni Jónas F.R. Jónsson þá sagði það mikilvægt að tala við nágrannalöndin og heyra hvað þau eru búin að vera að gera langa sögu stutta, þá var það gert, en niðurstaðan svo að þau eru að bíða þessari skýrslu og vilja fá þýðingu á henni. Og það sýnir okkur bara það við höfum sýnt framsýni með því að fara í þessa vinnu, en það er til lítils að sýna framsýni menn vinna sér ekki með hana og ég vonast til þess að þessi mikla vinna sem margir hafa komið af og hefur tekið góðan tíma vegna þess að verkefni er þannig að það muni nýtast okkur til góðrar ákvarðanatöku í framtíðinni. En það liggur alveg fyrir að svo sannarlega eru hér ákveðin áskorun í þessu, en það eru líka mikil tækifæri fyrir íslenska þjóð þegar kemur að þessu breytta umhverfi. Og ég vil nú nota tækifærið á stað þess að vera að kynna eitthvað sem að aðrir eru miklu betri til þess að gera það, að þá vil ég nota tækifærið og biðja formann hópsins Jónas F.R. Jónsson að koma hér upp og kynna svona helstu niðurstöðu. Gjörðu svo vel, Jónas. Já, takk fyrir þetta Guðlaugur og bara takk fyrir að gefa mér tækifæri til að taka þátt í þessu og kannski setja mig inn í þennan málaflokk því að hann er virkilega áhugaverður og verður alltaf áhugaverðari og flóknari eftir því sem að kynni sér hann meira, svo það sé nú sagt. En ásamt mér í starfshópnum voru Helga Barðardóttir sem er sérfræðingur hér í umhverfisráðuneytinu og Rafn Helgason úr matvælaráðuneytinu og áður Rafn starfaði í raun og veru með hópnum allan tíman, fyrst sem ritari en kom síðan inn sem hópsmeðlimur, en áður höfðu verið í hópnum frá matvælaráðuneytinu Salome Hallfreðsdóttir og Björn Helgi Barkarsson, þau komu hvort á eftir öðru. Þessi svona samantekt eða skýrsla, þetta er stöðutaka og það er kannski vegna þess að þetta er mjög hreyfanlegt umhverfi, þessi kolefnismarkaðir. Þannig að bara frá því að við byrjuðum í raun og veru svona í apríl-maí 2023 þá hefur verið alveg geysileg þróun, við höfum séð það. Og eins og ráðherrann sagði að við erum líka vör við það fljótt í okkar vinnu að löndi sem við vorum að tala við nágrannalönd, þá Svíþjóð og Noregur sérstaklega, að þau voru kannski ekki komin mikið af stað með að greina þessa valkvæðu markaði sérstaklega. Við förum töluvert í þennan valkvæða markað og þetta er sem sagt, þessir kolefnismarkaðir eru virkilega margþættir og við erum að reyna að ná yfir stóru myndina og hver hefur verið þróunin, hvernig er umgjörðin í dag og hvaða áskoranir sjáum við og svo þetta tækifæri líka. Og við setjum fram tillögur sem hafa það að markmiði að styðja við þróun slíkra markaða sem þá tæki í baráttunni gegn losun gróðurhúsalofttegunda og eiga að þá vonandi auðvelda hagaðalum að nýta þau tækifæri sem þessir markaðir bjóða upp á.
Og það sem ég ætla að gera hérna í þessum glærum, ég ætla að fara yfir kannski svona bara stutt yfir 3 meginatriði í skýrslunni. Ég ætla ekki að rekja skýrsluna í sjálfu sér, en bara 3 meginatriði sem í rauninu kannski aðeins undirbyggir tillögurnar sem ég ætlaði svo að kynna. Þannig að hérna, fyrst kannski aðeins með kolefnismarkaði, að þarna náttúrulega kemur fyrir hvað kolefniseining er. Við sem sagt greindum á milli þess að þessir markaðir þeir skiptast gróft sagt, það eru alls konar skilgreiningar og menn deilum hvernig þetta nákvæmlega að vera eða hvað fellur undir hvað, en allavega í stuttu máli ef maður reynir að einfalda þetta mjög mikið, það má skipta þeim upp í tvennt. Það er annars vegar lögbundna markaði sem eru settir þá upp með svona aðkomu ríkja eða ríkjasambanda og þáttaka í þeim er til þess að uppfylla, þeir sem eru þáttakendur, þeir eru þarna til þess að uppfylla ákveðnar skyldur sem á þau eru lagðanar. Nú síðan er þessi valkvæði markaður, þar sem aðilar í raun og veru að kaupa einingar eða eiga viðskipti með einingar án þess að þeir séu beinlínis skyldaðir til þess. Nú, svona kannski besta dæmi þennan alls konar markaðir en svona það sem við horfum á, að því við erum að tala kolefniseiningar en ekki til dæmis losunarheimildir eins og þessi ETS-markaður. Það er sem sagt markaður samkvæmt Parísarsamningnum sem er þá þessi lögbundni og þar er horft á sem sagt, þar eru 2 greinar aðalega. Það er annars vegar grein 6.2 svokölluð sem býður upp á sem sagt tvíhliða samstarf ríkja að flytja einingar sem koma þá undir. Það er ákveðið lands ákveðið framlag og það er hægt að flytja löndin semja það einingar á milli ríkjana. Þannig að þú gefur öðru eða færir öðru ríki einingar frá þér og þarf þá að lækka á móti. Og síðan er stemt að því að það verði alþjóðlegu markaður sem er marghliða og ríki geta átt viðskipti með en það er ennþá í útfærslu. Nú valkvæði markaðurinn eins og ég segi sem megin áherslan í skýrslunni er á að ná utanum, hann er sem sagt mjög fjölbreyttur og þið sjáið að það er til dæmis verið að reyna að sýna alls konar hvaða tegundir af verkefnum eru til dæmis til. Það er verið að reyna að bregða ljós á það og ef ég man rétt að þá allan að hafa með greint yfir 100 verkefni, ég held hátt í 200 típur af verkefnum sem geta komið, sem segir náttúrulega svolítið breiddina sem við erum að ná utanum á sem valkvæða markaði sem býr til einingar sem síðan geta gengið kaupum og sölu. Og einingar ekki bara einingar, það er náttúrulega hvað er verið að gera, það getur verið vegna að það er verið að fjarlægja gróðurhúsalofttegundir eða það er verið að draga þær saman í starfseminni. Við reyndum að skipta þessu, þó svo að þetta sé líka töluvert í umræðinni, þá reyndum við allan alltaf einfaldað að skipta þeim aðallega í tvennt og þið sjáuð umfjöllun það. Nú síðan eru einingar, þeim líka skipt eftir því hvort þær eru í bið eða fullgildar. Þannig að þegar þú ferð af stað með verkefni að þá ofta tíðum þá raungerist ekki bindingin strax og ég meina þið þekkið þetta sérst að flesta ef þú ert að rækta skó að þá bindur tréð ekki að fullu kolefnið fyrir eftir langan tíma og sem sagt eftir að það er tekið út í upphafi vottunaraðila þá er það skilgreint sem í bið og síðan eftir því sem á líður að þá sem sagt raungerast einingarnar og þær eru fullgildar og þegar þetta raungerist þá á yfirleitt að afskrifa þar. Nú síðan eru einingar ýmist vottaðar eða óvottaðar eftir því hvort þær hafa verið teknar út af sem sagt, til þess bærum vottunaraðila og sem fer þá og bæði staðfestir að verkefnið sé þannig að það sé líklegt að ná í sínum árangri og sannprófar síðan að einingarnar hafi nást miðað við það sem að var stefnt. Og síðan erum að ræða svokallaðar kolefnisskrár sem við fjöllum sem er þá ákveðin gagnagrunnur sem skráir yfir höfuð að einingarnar séu til, hver sé staðan á þeim, eru þær fullgildar eða þær í bið og frekari upplýsingar og einnig eignarhaldið, hver á einingarnar. Nú, við fjöllum í skýrslunni að það er hins vegar alls konar óvissa í gangi af því að það er ekki mikið regluverk sem gildir þennan markað. Þannig að það hefur verið töluverð óvissa gæði eininga frá hinum ýmsu verkefnum, hvort að lýsingarnar að þeim séu raun og veru að gefa rétta mynd sem einnig hefur þá áhrif á óvissu verðið
sem þýðir að það getur sveiflast. Og það hefur smá saman leitt til þess að það eru alþjóðlegir aðilar sem hafa verið að taka sig saman og setja ákveðin skilyrði sem við munum og sem fjallað þarna í skýrslunni. Nú þá ég komin að tillögunum og þær skiptast í raun og veru í 5 þætti og eins og ég segi þetta svona hugsað til þess að þetta styðji þessa markaði sem tæki í baráttunni og auðveldi hagaðilum starfsemina. Og fyrst horfum við kannski svolítið á ríkið sem kaupanda eininga og þetta skiptist í nokkrar glærur. Ég ætla að hlaupa í sjálfu sig kannski bara hratt yfir þær og ekkert vera ræða hverja og eina en að minnstakosti getum við sagt að sem sagt, í loftslagslögunum eru settar ákveðnar kröfur á opinbera aðila samdrátt í losun og kolefnisjöfnun og það kallar í sjálfu sér á það að þessir aðilar til þess að mæta því þá þurfa þeir yfirleitt að finna sér einingar til þess að kaupa. Og þarna svolítið hugsunin að segja, já, ríkið sem sagt stór aðili, stór kaupandi og það verður kannski að gera ákveðnar kröfur til sjálfsíns sem kaupandi til þeirra eininga sem það að kaupa og með því getur það haft jákvæð áhrif bæði varðandi þær kröfur sem eru gerða til eininga almennt en líka að búa til eftirspurn á þessu markaði. Og svona það tillögur sem þið sjáið þarna á kom og eftir þær ganga í raun og veru út á það að ríkið setji sér í raun og veru ákveðnar kröfur eins og þið sjáið hér að einingarnar séu skráðar, einingarnar hafi verið teknar út, það kom áðan og svo uppfylli ákveðnar lágmarkskröfur sem þarna eru settar fram. Það sé ákveðið gegnsæi eða gagnsæi sem sagt hvaða einingar eru keyptar, hvernig, hvað að baki þeirra og hvert umfang losunar og síðan að það verði kannað náttúrulega að nýta opinber útboð sem eru þá ákveðin leið til að ná hagkvæmni og síðan þarna eitt varðandi það að ríkið náttúrulega landeigandi, ég held að ríkið eigi yfir 400 jarðir, er það ekki rétt? Þannig að á einhverjum þessara jarða væntanlega mögulegt að nýta eignir til loftslagsaðgerða og ég ekki endilega að segja að ríkið ætti að gera það heldur að ríkið sem landeigandi hugsi hvað á ég að gera með eignina mína, hvernig á ég að nýta það, getur að nýtti þessari starfsemi sem þá mögulega því selt eða einkaaðila fengið til afnotaréttur til nýtingar, hvernig sem það væri samið, allavega þetta yrði skoðað. Nú við nefnum í flokki 2 eru síðan þar sem við teljum kannski nauðsynlega lagabreytingar sem við sjáum allavega strax að sjálfsögðu kann annað sem hér lagt til að kalla á lagabreytingar en það allavega tvennt sem við sjáum strax. Það í fyrsta lagi að hugtaki kolefniseiningar hvergi skilgreint í lögum og þetta ákveðið þetta lykil hugtak, þessi eining á að ganga kaupum og sölum og að kaupa og sölu og til þess að þá auðvitað meiri vissa eftir því sem kannski þetta skilgreindara, ég menn auðvitað teljum okkur öll vita hvað þetta og það sjálfsagt hægt að eiga bílaviðskipti á þess að bíll væri nákvæmlega skilgreindur í lögum en það samt ákveðnuleyti auðveldara að það sé allir vissir það og eftir því auðvitað hvernig útfærslan að það alls konar atriði sem koma til viðbótar eins og þetta töluverð pæling á alþjóðlegum vettvangi í dag bara yfir höfuð hvers konar eign þetta og maður myndi segja sem lögfræðingur, jú þetta og það fjallaði þetta eins í skýrslunni mér til skemmtunar að þetta einhvers konar óáþreifanleg eign en hvenar myndast hún nákvæmlega, hvenar stofnast hún, hvenar verður hún til, þetta til dæmis eitt sem hún getur spurt þig og það getur líka verið vangaveltur út frá þessu, já þetta eitthvað sem hægt að veðsetja og þá getur maður líka velt sér býta en ef aðilinn sem á þetta verður gjaldþrota hvernig á að ná því undir búið og svo framvegis og þú getur ferið alls konar skemmtilega leiki ef þú vilt sem lögfræðingur en þetta allavega fyrsta skrefið verður að reyna að setja pælingu þetta. Nú síðan höfum við aðeins hort á það að lykil aðili kannski til að halda utan einingarnar þær séu til og á hvaða stað þær eru og bara hver á þær og mögulega svo einhver svona svo í slett ensku einhver ledger viðskipti að það eru þessar kolefnisskrár
En aftur, þarna ákveðin lykilaðili sem við höfum heldur enga lagumgjörðum og við segjum, já við teljum að það sé rétt að það sé sett einhver almennar kröfur til aðila sem eru í svona mikilvægri lykilstöðu. Og við höfum ágætis dæmi í dag sem lögum verðbréfaskráningu og eignarhalda á verðbréfum að við erum til dæmis í dag með 2 aðila sem eru að reka verðbréfamiðstöðvar sem skrá eignarhalda á verðbréfum og við segjum við þurfum eitthvað svipað með kolefnisskrár. Það sem sett svona almenn umgjörð það hvaða kröfur eru gerðar til þeirra sem stofna svona, hvaða kröfur eru gerðar til svona fyrirbara eins og þessara kolefnisskrár, bara rekstrarhæfi og svoleiðis og bara hvaða ferli á að vera svona í grófum dráttum við skráninguna og afskráninguna. Þannig að þetta allan það sem við sjáum sem breytingar. Nú síðan leggjum við til að það verði skoðuð, það þetta ekki okkar að móta stefnu en við bendum allavega á þarna nokkra þætti sem við teljum að þurfa að skoða og það fyrst að við bendum á að við höfum ákveðna stefnu að ná markmiðum samdrátt sem við erum í með Evrópusambandinu og Noregi. Við höfum í sjálfu sér sagt að við ætlum ekki að kaupa einingar til þess að ná þeim en við erum líka með metnaðarfyllri markmiðu sjálf losun og kolefnishlutleysi og við segjum að við að minnstakosti að skoða möguleikann, sérstaklega ef við erum ekki að ná þessu með aðgerðum innanlands, hvort að við förum út í að kaupa einingar annars staðar frá. Og síðan segjum við líka, þurfum við ekki líka að móta stefnu varðandi það að sem sagt, ef við erum ekki að ná markmiðum okkar að þá erum við almennt ekki að flytja út alþjóðlegar einingar sem komu til Parísarsamningin. Það sé svona sem einhver meginregla. Og hér verðum við að gera kannski ákveðin greinamun á því að þannig erum við að tala einingar sem myndu koma undir þessa 7. grein eftir einhvers konar tvíhliða samstarf og væri verið að telja þær út úr bókhald Íslands. Það ekki verið að hugsa það að banna ef til dæmis einhver aðili myndi flytja út einingar sem eitthvað fyrirtæki vildi kaupa en það áfram talið í loftslagsbókhaldi Íslands. Og það þarna ákveðin kafli, þetta kannski hljóma flókið, þetta snýst hvað köllum við þetta, tvöfalda skráningu, tvöfald tilkall og tvöfalda skráningu. Þannig að það ákveðin kafli það munin á þessu, að það ákveðin bókhald hjá löndunum, en svo getur vel verið að fleiri aðilar vilji til dæmis einhver fjármögnunaraðili erlendi sem að kolefnisjafna sjálfan sig, að hann vilji gera tilkall til þess að þó þetta gerist á Íslandi. Þannig að við erum svona að draga ákveðna línu þarna á milli. Ég veit ekki, kannski nú ég búin að tala heil lengi, Helga og Rafn, viljið þið bæta einhverju við? Ekki við þetta. Helga, frá Bakú. Komið í sæl. Takk fyrir þetta, Jónas. Þetta var bara allt eins og við höfum rættum og ég held ég hafi litlu við þetta bæta frá Bakú. En ég get upplýst ykkur að það ekki ennþá búið að ganga alveg frá regluverkinu 7. grein. Þannig að við sjáum til að það tekst fyrir lokur ástæðunum sem á ljókum helgina. Og bara takk fyrir. Ok, þá held ég áfram. Síðan erum við með nokkra tillögur sem varða skattalega umgjörð og aftur þetta er eitthvað sem þarf að skoða með stefnumótun en við nefnum að við heyrðum aðeins frá fyrirtækjum að þeim þótti svona að það væri ákveðin óvissa það hvort að kostnaður sem ef þau fara út í að kaupa kolefniseiningar til þess að kolefnisjafna sjálf af því þau einhverja stefnu en þau eru ekki skyldu til þessa lögum hvort að þetta verði dregið frá sem frádráttur bara rekstrarkostnaður og það ákveðin heimild í lögunum til þess að verja fjármunum til þess það sem kallað til gjafa eða framlaga en það kannski ekki alltaf það sem kannski þau vilja helst gera þau eru að móta stefnuna og þess vegna hefur komið upp þessi óvissa og svona bara almennt séð er rekstrarkostnaður eitthvað sem gengur til þess að afla teknana eða viðhalda tekjunum þannig að þetta er svona huglagt og getur verið debatt en við segjum allavega að þetta er eitthvað sem þarf að skoða
Þannig að því að ef fyrirtækin í óvissu um þetta þá halda þau frekar að sér höndunum. Þannig að hvort það þarf eitthvað ákvarðandi álit frá skattinum eða hvort það þurfi að reyna að skýra regluverkið eitthvað, þetta er allan eitthvað sem við teljum að þurfi að skoða og bendum á. Nú annars sem við nefnum, og það eru kannski tvennt sem svolítið helst í hendurinn þó aðeins ólíkt tæknilega, það er annars vegar að það séu setta sérstakar fyrningarheimildir vegna fjárfestinga í þá fasteignum eða búnaði sem fer til framleiðslu kolefniseininga eða samdráttar eða bindingar. Og þarna erum við að hugsa ákveðin hvata af því að það er oft mikill upphafskostnaður við þessi verkefni. Þannig og það myndi þá sem sagt í raun og veru afskrifast yfirleitt á styttri tíma, þannig að við fengjum kostnað á móti tekjum fyrr. Og það eru dæmi í þessu, það hefur verið ákveðin undanþága og í skattalögunum í dag fyrir sérstakar fyrningarheimildir, en hún rennur sitt skeið á næsta ári. Það er fyrir svona ákveðna grænar fjárfestingar, en þær eru mjög spesifískar, þannig að við erum svona að horfa aðeins öðruvísa á þetta, en eins og ég segi, það er allan ákveðin dæmi. Nú síðan erum við með aðra tillögu sem talar möguleika á endurgreiðslu tiltekins hlutfalls af fjárfestingarútgjöldum, og aftur það er mikill kostnaður af þessum verkefnum heyrum við í upphafi. Þannig að ef menn ættu möguleika að fá eitthvað hlutfall af því endurgreitt, þá gæti það verið hvetjandi til að ráðast í þessar fjárfestingar. Og við heyrðum á aðilum að þeir segðu og þetta er oft nýsköpunarverkefni sem eru í þessu, en við heyrðum frá aðilum sem við töluðum við að þeir sögðu þessi nýsköpun á styrkja sem eru fyrir rannsóknar og þróun, við bara pössum ekki inn í það, af því að það er kannski ekki einhver mikil rannsókn og þróun hjá okkur, við þurfum að fara í upphafskostnað til að byrja með, og þar liggur kannski svolítið kostnaðurinn fyrir okkur. Þannig að þetta er til þess að reyna að mæta því. Og kannski munurinn á þessu tvennu er að þarna fá menn alltaf bara endurgreiðsluna tiltölulega bara í upphafi, óháð því hvort þeir hafa svo tekjur á endanum, þannig að þú minnkar áhættuna meira, en fyrningin byggir auðvitað svolítið á því að þú hafir auðvitað tekjur til þess að það nýtist þér þegar þú ert að draga frá. Nú að síðustu að þá nefnum við að það sé opna fyrir möguleika að greiða umhverfisskatta, hluta til að minnsta kosti með kolefniseiningum, og við sjáum allan að þetta er komið í gildi í Singapúr. Þar geta með greitt ákveðin umhverfisskatta sem nemur 5% af skattskyldunni með skila eða kaupa kolefniseiningar. Og við nefnum síðan alþjóðlega samvinnu og við nefnum tvennt. Það er annars vegar að stíga kannski fyrstu skrefin sem geta þá verið annað kaupa eða sala, að taka þátt í tilraunaverkefnum með öðrum ríkjum á grundvelli þessara 7. greinar. Þeir sem þekkja til og sem við ræddum við, þeir segja að þetta er svolítið umfang að gera þetta. Þú þarft að gera samstarfssamning, en það er ekki nóg, það þarf síðan að setja frekari reglur undir niðri, og stjórnsýslan þarf að geta fylgst með þessu svo framvegis, og þetta þarf að fá fyrirtæki inn í þessu verkefni og svo framvegis. Þannig að við getum reynt að taka þessi fyrstu skref. Og við nefnum að það er ákveðin grunnur vegna þess að það hefur verið hér svona mjög almennu samstarfssamningu við Sviss. Þannig að það er möguleiki þá að byggja á það sem dæmi, en við nefnum þetta þarna sem möguleika. Og síðan nefnum við líka að það verði kannað að umhverfisráðuneytið óski eftir því við utanríkisráðuneytið að það verði skoðuð þróunarsamvinna, hvernig við getum nýtt íslenskt hugvit og tækni til þess að aðstoða þróunaríki þá við loftslagsverkefni, og til þess að svo megi verða þá þarf þetta að vera í formi í raun og veru nýrra verkefna, þau svo má segja. Þetta þarf að vera eitthvað nýtt sem bætist við. Nú að síðustu þá nefnum við annað, og við gerum grein fyrir í skýrslunni að það eru svona þau tæki þau fyrirtæki sem hafa verið eiga viðskipti á valkvæða markaðnum hafa farið. Yfirleitt er þetta viðskipti þar sem að kaupandi og seljandi eiga bara viðskipti hvor við annan, en það er samt svolítið það alltaf einu að menn hafa verið að nýta sér svona, hvað hefur að kalla það, markaðstorg eða viðskipta vettvang
þar sem nokkrir aðilar koma saman og við nefnum þannig í skýrslunni dæmi nokkra slíka vettvanga og íslensk fyrirtæki hafa að einhverju leyti nýtt sér það og við segjum við teljum allan ástæðu til að kanna hvort að það sé áhugi hér á því að stofna svona vettvang og þannig styðja við viðskipti með kolefniseiningar og það að menn setu viðskiptavettvang að þá staðla menn kröfurnar og menn búa til ákveðið gagnsæi og menn búa til vettvang ræðilega saman og það gefur líka gagnsæi bæði á einingunum sem eru til viðskipta og auðvitað verðinu og ætti að auka virknina. Þarna sjáum við kannski svolítið hvernig Kauphöllin byrjaði að hún byrjar hér 1984 bara einfallega með því að Seðlabankinn hóar í nokkra aðila og byrjar að ræða þetta og þannig smá saman og þetta byrjar mjög hægt menn eiga fyrst bara viðskipti með einhver skuldabréf ríkissjóðs. Það er fyrsta hlutabréf kemur ekki fyrir einhverjum 5-6 árum seinna. Þannig að það var svona byrjunin, þannig að við erum að nefna allan að fyrsta skref að minnsta kosti að kanna hvort það sé einhver áhugi. Og þetta held ég svona það helsta sem við erum allan að leggja til. Nú næstu skref sem við nefnum að þetta verði sett í samráðsgátt. Við erum auðvitað ekki að tæma þessar hugmyndir eða umræður eða tillögur, þannig að við erum alveg vissum að það má alveg benda á eitthvað sem má betur fara og mögulega eitthvað nýtt, en síðan sé þá hægt að vinna það áfram. Nú eitthvað mætti jafnvel hefja vinnu strax eins og að vinna drög að skilgreiningu í frumvarpi kolefniseiningar, en það er auðvitað ekki okkar síðan ákveða það er náttúrulega að sjálfsögðu ráðherrans. Þannig ég held að þetta allan að svona sé allt sem ég vilja segja í bili nema það sé þá einhver alveg sérstakar spurningar. Ef það ekki þá bara Ég held að það sé alveg óhætt að klappa fyrir þessu og fagna þessari vinnu. Ég hef notað tækifæri aftur og þakka ykkur í starfshópnum og þeir sem unnu með honum fyrir mjög góða skýrslu og til að gera langa sögu stutta þá munum við fylgja eftir þessum tillögum þeirra að setja þetta núna í samráðsgátt og ég vona að það veri góð viðbrögð við því og endilega og við viljum auðvitað fá ábendingar og athugasemdir. En í rauninni snýst þetta það að við erum hér að búa til eða svona styrkja grundvöllin fyrir það að búa til hvata til þess að við endurheimtum votlendi og ræktum skóg og förum í landgræðslu. Það snýst málið. Og það auðvitað alveg mjög góðar fréttir að við séum með fyrirkomulag sem að ýtir undir það, en ég held að það sé svona verk að vinna að fólk viti af því og við stígum þau skref þannig að við getum nýtt þessi tækifæri til fullnustu. En ég ætla ekki að hafa þetta hérna lengra. Við erum auðvitað hér til að svara síðan spurningum eftir ef einhver eru af fjölmiðlum eða öðrum, en nota bara tækifæri aftur. Þakka fyrir einstaklega gott starf sem að mun nýtast vel. Það að besta leiðin til þess að taka góðar ákvarðanir að vanda vel til verka, vinna vel undirbúningsvinnuna. Þetta svo sannarlega tók tíma en það bara vegna þess að hér kom fram þó þetta væri einfalda mjög vel að þá þetta bara flókimál. Við komumst ekkert frá því. En í þessu eru svo sannarlega áskoranir en við skulum líka hugsa tækifærin og nýta þau og takk fyrir. Ráðan ekki með hana?